Íslenskur sjávarútvegur aftur kominn í tísku, en það þurfti heilt bankakerfi að hrynja til að svo yrði. Verkefnin framundan hjá íslenskum sjávarútvegsfyrirtækjum að halda áfram að sækja sjóinn og vinna aflann. En þau þurfa líka að greiða niður gífurlega háar skuldir sem hafa safnast upp á síðustu misserum. Spurningin geta þau það? Hve mörg þeirra verða gjaldþrota og verður kvótinn aukinn? Sjávarútvegur hefur frá aldaöðli verið helsta atvinnu- og útflutningsgrein Íslendinga. Árið 2006 var hlutur greinarinnar í útflutningsverðmætum 34% eða tæpir 125 milljarðar króna. Greinin hefur gengið í gegnum margar kreppur en alltaf náð að halda velli. Þeir sterkustu hafa lifað. Það eina sem við viljum reyna að gera það að halda áfram að reka fyrirtæki eins og við höfum gert, skaffa þessu fólki vinnu eins og við höfum gert. Við höfum verið með mjög stabílt fólk og það eru mjög mikið af sama fólki sem við höfum unnið hjá okkur í áratugi. Segir Eiríkur Tómasson, forstjóri Þorbjarnar í Grindavík, sem með 3 frystitogara og 4 báta á veiðum. Sjávarútvegur náttúrulega eins og flestar allar atvinnugreinar sem í landinu eru, mjög illa settir fjárhagslega. Að vísu erum við að fá gott verð fyrir gjaldeyrin okkar, en skuldirnar eru komnar fram úr öllu hófi og það engin bót fyrir sjávarútvegurinn allt sé að hrynja í kringum hann. Formaður Landssambands smábátasjómanna segir stöðuna slæma. Í heildina séð þá staðan mjög erfið. Þar kemur fyrst og fremst til að menn eru með mikið af lánum í erlendum gjaldmiðlum og þegar að krónan með þessum ólíkindum þá náttúrulega segir sjálft að þetta svokallaða rekstrarumhverfi bara svona orðin einhver útópía. Til að Guðslukku eiga náttúrulega einhverjir þeirra þetta skuldlítið og jafnvel skuldlaust, en það stór hluti þeirra sem eru í miklu vandræðum og þessi vandræði vaksa bara dag frá degi. Að stærstum hluta eru skuldina tilkomnar vegna þess að greinin hefur verið byggð upp þannig að við höfum keypt út þá sem hafa farið og hagræðingin hefur verið fólgin í því að greinin greiði sjálf fyrir hagræðinguna. Auðvitað það sem til dæmis gerist í Evrópusambandinu, það sem að ríki borga fyrir það. Við það hafa skuldir aukist á fyrirtækjunum. Við höfum gert þetta þrátt fyrir að liggja undir stöðugum hótunum það sem við kaupum sem tekið á okkur. En auðvitað höfum við líka verið að byggja upp og hagræða alveg verulega mikið í skipunum og vinnslunum. Það bara ekki hægt að líka því saman hvernig það í dag með það fyrir 10 árum. Það alveg klárt mál að sjávarútvegurinn fer í öldudali með þjóðinni og öllum og við verðum klárir í að taka á í þessu. Við þurfum auðvitað að glíma við þó nokkuð skuldum og það nú alltaf verið staðan í sjávarútvegi, við erum nokkuð skulduðir, en við eigum atvinnugrein sem búin að hagræða mikið í og hún á mikla möguleika í að taka þátt í þessari uppbyggingu sem að framundan En þetta að segja að fyrirtæki sé vel rekið ef að skulda svona mikið? Já, vegna þess að við höfum náttúrulega tekið þeirri áskorun að hagræða í þessu upp á það að hafa hagað í einhvern tímann í framtíðinni. Þeir sem að stóðu veikt fyrir þegar þetta kemur, þeir munu þurfa fyrirgreiðslu í bönkunum og maður hefur svolítið áhyggjur af því að bankarnir séu kannski ekki nógu öflugir til að veita öllum þeim sem þurfa. Því að það svo sannarlega margir sem þurfa stuðning núna. Landssamband smábátasjómanna hefur lengi haldið því fram að fyrir hvern smábát að veiðum skapist 3 störf. Smábátaútgerðin hún miklu stærri í þjóðarkökunni heldur en margur gerir sig grein fyrir. Útflutningsverðmæti afurða af smábátaflotanum síðasta ári fiskveiði ári voru í kringum 26 til 7 milljarðar. Á sama tíma og áliðnaðurinn skilaði með minni 2006 80 milljörðum. Svo tiltölulega auðvelt að reikna hvað verður eftir í landinu með þessar 2 atvinnugreinar. Þannig að mikilvægi smábátaútgerðar alveg ótrúlega mikið og plús það að atvinnusköpun í kringum smábáta margfalt meiri heldur en í kringum til dæmis stórskipaflotan. Af 715 félögum í Landssambandi smábátaeigenda segir formaðurinn marga vera tæknilega gjaldþrota. Já, ég hef þetta áhyggjur á þessari stöðu, en ég
undirstrika það að við eigum ekki að horfa á þetta út frá þessum eina punkti núna vegna þess að þetta er afbrigðilegt ástand. En ef ástandi lagast ekki fljótlega, hvað sérðu þá í stöðunni fyrir smábátasjómenn? Við sjáum það auðvitað í hendu okkar að hvorki sjávarútvegurinn né annað atvinnulíf getur búið við þetta ástand til langframa. Ég ætla ekki að segja nákvæmlega hvenær menn þurfa að sjá styrkingu krónunar en við höfum örugglega ekki mjög marga mánuði í þeim efnum. Sjómenn og útgerðarmenn kalla eftir auknum fiskveiðiheimildum en sjávarútvegsráðherra ákvað að leyfa veiðar á 130.000 tonnum af þorski á fiskveiðiárinu sem hófst 1. september. Samkvæmt orðum sjávarútvegsráðherra geta smábátasjómenn verið bjartsýnir. Ég held að ef við færum út í kvótaaukningu á einhverjum sviðum og þegar auðvitað það gerist auðvitað vegna þess að við erum að byggja upp fiskistofna eins og þorskinn, þá held ég að sé mjög mikilvægt að bæði smábátaeigendur og eigendur annarra báta hafi einhverja fullvissu fyrir því að þessi aukning komi til þeirra. Þeir hafa verið að taka á þessu skerðingarnar og hluti af vandanum sem við erum að glíma er auðvitað það að við þessar tekjur hafa minnkað vegna minnkandi aflaheimilda. Það er alveg bjargkost trú okkar sem erum í þessu að það var farið langt niður með þorskvóta. Það á að bæta við hann 20-30.000 tonnum og jafnvel meira. Skiptir gríðarlegu máli, þó það væri ekki annað en bara móralsku máli. Því að þessi niðurskurður sem að Hafrannsóknastofnun stendur fyrir, því það er fyrst og fremst hún sem gerir það, hún er algjörlega niðurdrepandi fyrir allan móral því að fiskimenn almennt hringinn í kringum landið, þeir trúa því ekki af eigin reynslu, það er ekki eins og þeir sitji heim í stofu og sé að skoða fjölskyldumyndir, þeir eru á miðunum. Þeir eru með stanslösa reynslu af því hvernig ástandið er á miðunum og þeir segja einfallega að það er miklu betra ástand á þorskstofninum heldur en Hafró er að segja. Nú kalla stóru útgerðirnar og smábátasjómenn á 30.000 tonna kvóta aukningu. Verður hún á næstu vikum? Ég er ekki búinn að taka ákvörðun um það. Ég hef hins vegar sagt að þegar að það koma fram svona ábendingar frá hagsmunasamtökum þá beri mér að fara yfir þau mál. Það er engin vafi á því að við getum haft svigrúm til þess að auka kvótann í þorskinum á þess að ganga á veiðistofnin. Hvenær er niðurstaða vænta? Það verður bara mjög fljótlega. Á næstu bara dögum? Það er auðvitað mjög margt sem hefur verið að tefja fyrir manni til þess að koma í veg fyrir það að maður geti beint allir í athygli að þessu máli og en vonandi gefst manni tóm til þess að fara betur yfir þessa hluti. En þetta hlýtur að vera einn mikilvægast tíminn bara á lýðveldistímanum að auka kvóta meðan ástandið er svona í samt. Já, það er rétt. Þetta er auðvitað, við erum í mjög sérstakri stöðu. Við erum núna í sérstakri dífu. Okkar þjóðfélagi er mjög miklum vanda og þess vegna eru rök að margra mati fyrir því að við förum hægar í sakirnar í uppbyggingu en enginn sem vill láta taka sig alveglega í sjávarútvegi lætur sér detta í hug að það verði tekin ákvörðun sem felur það í sér að hægt sé að segja með rökum að við séum að ganga á fiskistofnunum. Það finnst mér vera heilmikið afrek að umræðan sé svo hófstillt og málefnaleg í sjávarútveginum að menn tali á þessum nótum. Kompás hefur rætt við fjölda sjómanna og útgerðarmanna og niðurstaða þeirra er skýr. Þeir segja að næstu 2 ár verði mjög erfið en þeir ætlið að fiska og búast við meiri kvóta. Þeir hafi margoft áður komist yfir kreppur og áföll. Það er ekki fiskileysi núna, það gengur vel að fiska. Það hefur gengið vel að selja. Ef við höldum því að gangi vel að fiska, að gangi vel að selja og ef okkur tekst að semja okkur ágætlega sæmilega frá þessari miklu hremmingum sem hafa orðið varðandi skuldir og annað því líkt í sjávarútveginum, það bara komast út úr þessu og um leið kemst þjóðin út úr þessu. Það er bara alltaf verið þannig.